Svo aftur, framtíðin eins og ég sýndi ykkur. Framtíðin 1, 2, 3, 4, framtíðin, við ætlum að tala núna það sem eftir af þættinum framtíðin, ekki nútíðin á þátíðin eins og hún að verða. Tryggvi Þór Herbertsson og Illugi Gunnarsson, hagfræðingarnir í þingflokki Sjálfstæðisflokksins sem eiga drjúgan hluta því að undirbúa þessa tillögur, reikna þær út og leggja það fram þannig að það sé vit í þeim. Það sé ekki að taka þetta og sópa þessu út á borðinu, þetta sé enn eitt andskotans íhalds áróðurinn eins og komma liðið og vinstra liðið búið að berja á núna síðustliðin 3 ár. En ég sagði það við ykkur. Ég kaupi þetta ekki trátt. Ég mjög spenntur í, en ég segi show me the money. Tryggvi Þór, prófessor í hagfræði, ráðgjafi forsætisráðherra í efnahagsmáli, hvað bankastjóri í hvað. Sýndu okkur peningar. Þetta alveg rétt og þetta rétt með spurning að þetta eru drastiska tillögur sem við erum með og þess vegna mikilvægt að geta sýnt fram á hvernig hlutirnir ganga upp. Og við Illugi að við lögðum mikla áherslu á það við alltaf fólk sem að var að vinna tæknilegu hliðina á þessu öllu saman með okkur, að við erum að geta sýnt og það var búið til þjóðhagslíkan það sem var potað inn í helstu forsendum og ég fyrir algjöra tilviljun þá ég með glærupakka þess að geta sýnt ekki með þessar tilviljanir. Og ef við sjáum fyrstu glæruna þá sjáum við það sem að drífur þetta allt saman áfram og það fjárfesting og það fjárfesting í innviðum þjóðfélagsins sem ríkisstjórnar, það fjárfesting í sjávarútvegi sem verður í kjölfar þess að það næst sátt kvótakerfið, það fjárfesting í orkunni hjá okkur og iðnaði tengdu því, en aðalatrið eru lítil og meðalstór fyrirtæki sem vegna margvíslegra aðgerða munu fara að fjárfesta. Og ef við skoðum myndina þá í sögulegu samhengi að þá fjárfesting í algjöru lágmarki. Hún 13% af landsframleiðslu og það vegna þess að það allt frosið. Það vill engi fjárfesta, þeir sem eiga pening vilja það ekki vegna þess að pólitíska óvissan svo mikil, það haldið aftur á sjávarútveginum og svo annað slíkt. Við tillögur okkar eiga leiða til 120 milljarða fjárfestinga á næsta ári og auka fjárfestingar og 130 á þar næsta ári. Og þessi fjárfesting setur fjárfestingu upp í það sem hún hefur verið svona meðaltali og að meðaltali í OECD-ríkjum. Og við sjáum myndina að fyrsta árið að þá stekkur fjárfestingin upp fyrir 20% og fer síðan niður í þetta í kringum 19%. Fjárfestingu fylgir alltaf að fyrirtækin þurfa að ráða til sinn mannskap og fjölga störfum. Og á næstu mynd, þessari þá sýnum við atvinnustigið. Ef atvinnustigið 1 þá allir í vinnu, ef atvinnustigið 0 þá enginn í vinnu og þetta sýnir í raun og veru hvernig atvinna eykst. Og við erum annars vegar með bláa línu sem leið Sjálfstæðisflokksins og hins vegar með rauða línu sem leið ríkisstjórnarinnar. Og þetta eins og ég sagði, kemur út úr þjóðhagslíkani. Og hvaða áhrif hefur það að við setjum svona mikinn kraft í vinnuna, svona mikinn kraft í fjárfestinguna. Það eru prímus mótorarnir í hagvexti. Þá fer hagkerfið á stað og við sjáum á þessari mynd hvernig hagvöxtur stekkur upp strax á næsta ári og árið þar á eftir, en síðan dregur úr honum vegna þess að hagkerfi eftir þau eru búin að vera í svona dvala eins og íslenska hagkerfið í núna, þá vaxa þau mjög hratt en fara síðan niður á eitthvað eðlilegt stig sem getur verið kannski 2,5%. Þannig að hagvöxturinn stekkur þá upp fyrir 4% strax á næsta ári. Þannig að við erum komið með hvað það sem að drífur hagvöxtinn, það fjárfestingin, það atvinnan. Hagvöxturinn, hann leiðir til þess að landsframleiðslan, það að segja umsvifin í hagkerfinu aukast og við sjáum þá þessari mynd að bláa línan það sem leiðir af stefnu okkar sjálfstæðismanna og þessum tillögum sem við ætlum að fara yfir eftir og hins vegar stefna ríkisstjórnarinnar. Og þetta leiðir til þess að afkoma ríkissjóðs batnar vegna þess að
með öllum þessum aðgerðum og þessum aukna hagvexti og þessum auknu umsvifum að þá breikka, eða réttar að sagt, þá stækka skattgrunnarnir og tekjur ríkissjóðs verða meiri heldur en ella, þannig að afkoman batnar og við sjáum það á þessari mynd hérna að afkoma strax á næsta ári er betri heldur en að gert ráð fyrir. Þar næsta ári þá förum við í plúsin og síðan verðum við með rúmlega 1% afgang á ríkissjóði út tímabilið sem að þjóðarslíkaninn nær yfir. Og síðan hvaða áhrif hefur þá skuldirnar? Við sjáum það hérna að stefna ríkisstjórnarinnar eða rauða línan, hérna efri línan, að hún það helst svona nokkurn veginn í stað skuldir hins opinbera en að skuldir ríkissjóðs með við okkar tillögur lækka hér jafnt og þétt og fara eftir einhver 6-7 ár niður fyrir hinn margfrægu Maastricht skilyrði, þannig að niður fyrir 60% landsframleiðslu sem að þá erum við komin úr hættu. Þetta er svona í stuttumáli svona virknin í þessu öllu. En það eru fjölmarga tillögur sem að þarf að fara út í og við ætlum að fara þannig að við náum fram þessari fjárfestingu sem primus mótorinn.